Svo líka eitt sem að ég segi og hef sagt við stjórnmálamenn, það líka að kunna að segja, það bara ekki til pening. Við getum ekki gert þetta núna. En stjórnmálamenn eru þannig að þeir eru kosnir til 4 ára og þeir horfa bara á sín 4 ár. Ekkert að horfa síðan til lengri tíma hvaða áhrif þetta hefur fyrir samfélagin. Og það vantar miklu meiri kraft og kjark í stjórnmálamenn að segja bara hlutina eins og þeir eru. Nú þurfum við að vinna að því að ná niður skuldastöðu sveitarfélagana og ríkis, tökum bara sem dæmi. Það þarf hér að fara í aðhalsaðgerðir, það þarf að fara betur með fjármuni, því að í raun og veru, þótt þetta sé kannski ekki alveg eins, að þá má kannski segja að fólk sem rekur heimili, þegar að það lendir í fjárhagslegum vandræðum, þá setjast hjón niður og segja hvernig getum við fundið leið út úr þessu skuldavanda okkar. Stundum það fólk hjálp, alveg svo Reykjanesbær hér forðum daga þegar fjármálin voru bara tekin af þeim, þá var skuldahlutfallið komið upp í 250-300% þeim var hjálpað að komast niður í 150%. Það þarf að hafa kjark, segja bara hlutin eins og þeir eru, vegna þess að ég alveg viss það að almenningur, hann vill líka bara fá að heyra sannleikann. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.